Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og velkomin eftir að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðir gestir, aktivistar, skrifendar og einhverfi aktivistar. Eyrún Halla Kristjánsdóttir, nemi, Guðlaug Svala Kristjánsdóttir, líka sjúkraþjálfi og einhverfi fræðari, Halldóra Hafsteins, stuðningsfulltrúi og aktivisti og Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir, hönnur og kynjafræðingur. Verið velkomin. Takk fyrir. Þið skrifið svolítið skemmtilega grein, áhugaverða grein, málefni sem stendur ykkur nærri. Þar sem að þið svona ávarpið heilbrigðisráðherra. Þið til ég að segja mig kannski bara svona aðeins frá inntaki þessara greinar og ég með ástæðinni fyrir því að ykkur fannst þið þurfa að senda ráðherra bréf. Ykkur byrja? Já, kannski bara ég byrji. Sko, við byrjuðum í raun og veru, við tilheyrum allar svona hinum á þessum spjallhópum einhverfra. Einn heitir einhverjir og annar heitir einhverju pönkið. Og það svona kveikti rosalega í okkur eins og mjög mörgum vonandi öðrum og það sem að okkur svíður oft í augum svona við umfjöllunum einhverfu hvar einhverja fólkið í umfjöllununni. Og sannarlega voru einhverfa raddir í þættinum en síðan kom umfjöllun í öðrum þáttum og svo áfram og við höfum alltaf bara mjög mikið að segja þessi mál og viljum gjarnan koma okkar rödd á framfæri. Þannig að við svona byrjuðum fyrst að bregðast við að skrifa bara svona erindi til ýmissa þátta í RÚV og senda þeim viðmælendarlista og svo þegar að kom fram þegar ráðherra kemur sérst í Kastljós og talar stofnun, hún kallaði einhverju setur, var það ekki? Já. Og nefnir þar til sérst 2 önnur ráðuneyti en nefnir ekki einhverju samtökin á nafn að þá svona rökk maður svolítið í kút og því að við erum svona alltaf í því að tala fyrir því að það sé ekkert án okkar og fannst þá líka bara gott tilefni að fyrst að hún setur hennan bolta í loftið sem reyndar ekki nýr vegna þess að þetta þingsályktunartillaga frá því allavega 2 árum áður og þar áður áralangt baráttumál einhverju samtakana og hefur verið kallað þjónustu og þekkingamiðstöð einhverjura og þannig að svona til að ítreka það að það sé farið í ræturnar á þessu máli og ekki síst talað við einhvert fólk og það virðist svolítið þurfa að minna á það að við séum hérna. Það sko ekki bara áratuga heldur árhundruða hefð fyrir því að tala okkur, sérstaklega einhvert fólk. Þessi hópur sko bara mjög aftarlega á merinni í mannréttindabaráttu hvað þetta varðar. Það alltaf lítið á að einhver börn og þá eru foreldrarnir að tala fyrir en svo bara hverfum við þegar við verðum fullorðin og það ekki gert ráð fyrir að við getum talað og við getum svarað hvaða þarf við höfum. Og við náttúrulega 4 hérna við þetta borð vorum ekki til þangað til fyrir bara stuttu síðan en stelpur voru bara óþekkt stærð. Þannig að við erum örugglega flestar greindar á fullorðinsaldri. Já, 44 hjá mér. Já, 45. Ferstu líka. Það svolítið svona lenskan að karlar þeir greinast frekar með einhverju og hafa gert svona framan að. Það ástæðan fyrir að það voru allar rannsóknir sem voru gerðar og allt sem var birt, það var alltaf bara talað drengi. Stelpunar voru ekkert með þar þó að þær væru raunverulega með líka. Og það líka. Þetta bara einhvern veginn, það var bara strákar einhverjir en ekki stelpur. Og ekki kynsegin fólk. Og það var ekki til. Já. Og líka það sem að kom stelpur var svolítið taka niður. Þú veist, það alveg, ég meina, hvað heit hún, Grunja Súkureva, rússneskur læknir sem kom með rannsóknir og stelpum 1925 á undan þessum frægu Asperger og Kanner og þeim, en það var eiginlega bara svolítið þakka niður. Þannig að það eru kannski upplýsingar sem hefðu nýst okkur í, þú veist, bara miklu fyrir og... Já, þetta náttúrulega ekki nýtt í heilbrigðiskerfinu eða félagslega kerfinu, það allt, það snýst allt það hver var að segja að það yngra, það sko
mestalagi 10 ára gamla reglur að það þurfi að nota hvern líkama til að rannsaka í læknisfræði, ekki bara kall. Og þú veist, þetta bara mjög nýtt og þetta á við hjartasjúkdóma, Alzheimer, bara allt sem getur dottið í huga nefna, öryggisbúnaður í bílum hannaður fyrir kallkyns líkama. Skrifborðstólar, þú veist, loftræstikerfi og þetta allt, þannig að þú veist, það ekkert skrítið að þetta sé, þó það hafi kannski verið sérstaklega mikið. Sko, svona í ykkar persónulega lífi, finnið þið mikið fyrir bara fordómum eða svona vanþekkingu kannski á því hvað einhverja sé í okkar samfélagi? Því að það töluðu allir í kveikstættinum það. Að þetta var svona, þú veist, þetta er svona eitthvað svona stimpill sem fólk fær og svo einhvern veginn svona engar upplýsingar svona út á við. Fólk bara eitthvað skrítin eða, þú veist, kann ekki að tala einmitt eins og þú sagðir, Halldóra. Já, ef maður er ekki einmitt horfir niður og floppar, þá þú veist, maður ekkert einhverjur, þá maður bara bylla. En ég náttúrulega foreldri einhvers barns og ég veit að við fundum ekki sálfræðastoð fyrir að við komum inn á BUGL og það er rosalega vanþekking. Ég var alveg rökrætt við lækni það að ég vildi fá vottor þannig að við fengið svona aðstöðu gegnum flugvöll þegar barn mitt var yngra og þá var hann læknir sem ætlaði að rífast það að þetta væri sjúkdómur. Það væri bara mjög eðlilegt að kalla þetta sjúkdóm og ætlaði að skrifa það á vottorðið. Þannig að þetta er svona, það er í lengi þekking og það er rosalega oft sem fólk bara bakkar bara, er þetta einhvert, þú veist, þetta einhvert, þá get ég ekki aðstofa þig. Þetta er svona eins og sé eitthvað svona hræðsla sem er bara algjörlega út á kú og engi þekking og það er svona einhvern veginn, dettur engum í huga öll þekkingin sem er innan samfélags einhverja, þú veist, hún er einhvern veginn verðist ekki skipta máli, sko, það er bara svona nei, þú veist, ég lærði í háskólanum, ég er fagaðili, ég veit það miklu betur en þú. Þú veist, annarkvort ertu ekki nógu einhver til þess að skilja mig eða þá þú ert of einhver til að skilja mig. Þú veist, ég var í þroskaþjálfarnámi og við fengum kynningu frá, hvað heitir þetta, geðheilsu teymið þroskaraskana eða eitthvað, þetta er svakalegt nafn. Og ég sat þarna og þetta var svo hræðilegt að hlusta á þetta að það var svo mikið eibulismi eða fjallunarfordómar og það bara, ég fyrir rétti pöndi það fyrir ekki, ég er einhver mannski að hlusta og þú ert að segja svo rangar hluti. Hún er bara, já, nei, við erum að tala miklu einhverjar fólk en þig. Þú veist, þetta er svona, þú erum bara, er hægt að vera lítið ekki einhverjur, er hægt að vera mikið ekki einhverjur, nei, það er annarkvært þetta einhverjur eða ekki. Það vantar bara fræðsla á í rauninni öllum sviðunum, hvað einhverfa er og hversu fjölbreytt hún getur verið, vantar rosalega mikið það, þú veist, því að einhverfa er mjög fjölbreytt og við erum ekki allar einustofur sem allar einhverfar hérna. Ég meina, þú veist, við erum manneskjur, við erum mismunandi reynslu og þú veist, það er ekki eins og allir arfendir séu nákvæmlega eins. Já. Það er reyndar, þetta er svona skrítin þverstæða því að það er rosalega mikil þekking til og sko ég er nú kannski búin að þjálfa minn algoritma í kringum mig, þú veist, ég finn rosalega margt sem ég googla í sambandi við einhverfu sem aðri virðast ekki finna en þú veist, og þegar fólk segir sko, já, það er engin staður til að finna það er 24 tíma sólarhringsins frábært einhvert fólk á internetinu allan heim að bjóða upp á fræðslu. Það eru milljón YouTube-rásir, TikTok-rásir, þú veist, Twitter-þræðir eða hvað þetta heitir í dag og bara allstaðar út allt og þú þarft ekki að lesa lengi eða hlusta lengi til að sjá rauðu þræðina. Þú veist, þetta er tiltölulega einfalt og það er svona spurning hvort þetta er ekki nógu sko vísindalega sannað eða að því að mjög mikið byggir á þessu svokallega lived experience eða bara lífsreynslu. Og ég meina, ég er sjúkraþjálfari og lærði alveg eitthvað smá einhverfu, það er alveg svakalega úrælt, þú veist. Þetta eru kannski 30 ár síðan en þú veist, ég var algjörlega blind á þetta með minn bakgrunn og en sko það er svolítið gaman, það hefur stundum verið nefnt í sambandi við COVID, það vissi enginn hvað það var. En það urðu bara allir að læra það, bara 1, 2 og 10 og svo var því bara bjargað. Þú veist, sem þurfti að vita og við getum alltaf farið út í þá sálma og þú veist, deilurnar og allt það, en fólk allavega setti sig inn í málin. Þannig að það er líka eitthvað svona bara áhugaleysi. Það er bara svona, þetta er eins og að því þetta er lítið sem bara því miður, sem bara eitthvað galli og eitthvað neðra og þú veist, það er ekki hægt að þjálfa þig upp í að líta ekki út á einhver og stendur rosalega vel og það bara
þú veist, skiptir ekki máli. Þetta er bara eins og maður er í vinnunni og maður er að maska eða fela það áreitið og svoleiðis, þá er eins og bara fólk í kringum hann, það bara gleymir því að þú ert einhverf. Og svo það er alltaf bara meira og meira og meira álag, þannig að þú segir bara fyrir ekki, ég ætla bara að minna það, þú veist, ég er einhver. Og þá bara, þú veist, þetta er svo einhvern veginn, þú verður að passa í bóksið og ef þú gerir það ekki þá getur bara verið í þetta sem að út í frísa. Þetta er einhvern veginn, ef þetta er ekki vandamál fyrir fólki í kringu þig, þá er þetta bara ekki til, eða þú veist, þá skiptir þetta ekki máli. Já. Og þetta er svolítið það sem var rætt í kveikið mitt, en það sem kannski sló og ansi marga var að sko, þegar að einhver barn fær ekki viðunandi þjónustu og það bara einhvern veginn og það svona hleðst utan á það alls konar tráma og bara svona erfileikar eftir að hafa í mittlend og vegg bara allstaðar og það sé svo ekki hægt að fá blönduð úrræði fyrir fólk sem er með einhverju eða geðsjúkdóma eða einmitt einhver svona áföll á bakinu. Haldið þið að þetta svona, það sem talað þessi einhverju stofnun sem á að koma á laggirnar, að þetta muni einhvern veginn koma svona í veg fyrir þetta eða verður ég sé að ég sé alveg svipi strax. Þetta er góð spurning. Við náttúrulega erum ekki í bóksinu sem flestir eru í. Og þar leiðandi virka flest úrræði sem eru akkurat í þessu bóksi, ekki fyrir okkur eins og virka fyrir fólki sem er í bóksinu. Og leið og það er eitthvað úrræði í boði sem er ekki akkurat í þessu helvitisbóksi, eins og Janus til dæmis, þá passar það ekki inn í kerfið og það er tekið út. Þannig að ég hef því miður enga trú á þessu, að því ef þetta verður sett upp þannig að þú veist, vonandi náttúrulega, verður sett upp þannig að það gagnist okkur, þá passar það ekki inn í hinn kerfin og það er svona eins og fólks sem hefur alist upp í háskólanum og lesið fínu gömlu rannsóknir sem eru gerðar af gömlum köllum utanfrá, trúið þeim bara alveg gjörsamlega eins og nýjunniti og bara einhvern veginn get ekki hort. Þú veist það er alltaf verið að segja við getum ekki verið sveigjanleg og sé hlutina öðru sig. En mér finnst einhvern veginn líka eins og þeir sem eru ekki einhverjir geti alls ekki verið sveigjanlegir og sé hlutina. Þannig, en jú, það má alltaf dreyma. Langar að vera betra en það þarf náttúrulega að vera þáttaka eins og einhver samtakana þekking á einhverjur þurfa að taka þátt í þróunni ef þeir eru ekki með þá náttúrulega er þetta ekki bara að ganga svo það skiptir alveg öllu máli hvernig þetta verður framkvæmt en jú mér langar að trúa þetta allavega, jú. Það getur varla versna, við skulum bara segja það. Getur varla versna. En sko, mér langar aðeins að, sko, við verðum alltaf að muna það að kerfi er fólk, þú veist, og allstaðar er gott fólk. Og ég hef verið það heppin í gegnum, sko, mín samskipti við skóla og annað með börnin mín að það hefur bara gengið bara býsna vel. Þú veist, það er alveg þröskuldar og það allt saman en í raun alltaf þegar þú mætir manneskunni þá er hún alltaf öll að vilja gerð og ég vann nú hjá einhverjum samtökunum við að fræða fara í skóla, fara þú veist inn á heilbrigðisstofnanir, fara í fangelsi fara, ég veit ekki hvert og hvert En það breyttist fræðslega mikið eftir að þú tókst við sko. Já, takk fyrir það og í raun og veru allstaðar er fólk móttækilegt en það er svona eins og Halldór að segja sko, að síðan er þessi rammi sem fólki er að starfa innan Hann er svo, sko, við erum til dæmis, þú veist, á Íslandi það er kerfi sem heitir ECD, sem er náttúrulega út í hött svolítið að þetta er International Classification of Diseases og þetta er ekki sjúkdómur. En við erum sérst með ECD 10 hér, en 11 er löngu komið, en þá eftir að innleiða það á Íslandi og það er fullt af fólki að bíða eftir, þú veist, hlutum eins og flókinni áfallastreitu sem að er þar en er ekki komin til okkar að því það er ekki búið að staðfæra og þýða kerfið eins og það að það er ennþá til þú veist Asperger-greining sem er ekki lengur og ýmislegt svona sem að þú veist þannig að fólk með góða reynslu og góða innsýn sem er vissulega starfandi innan þessara kerfa það er svona svolítið meðvitað að fara á svig við rammana að þið passi ekki og þeir hafa í raun og veru aldrei passað stelpum eða konum og þú veist og þetta gildir að sama aðrar svona greiningar. Ég er í dag í ADHD-ferli og það er verið að spyrja hvernig ég var sem barn og ég fekk, þú veist, að biðja systur mín að gera því að, þú veist, en ég var látin
mamma mín þurfti að fylla út blað þegar 45 ára, þú veist, í einhverju mati og þetta er bara hort á börn, þú veist, þannig og við vitum alveg að þetta er ekki, þú veist, en fólk dansar eftir þessum gömluðu þjóðdansum, sko, vitandi það að þú þarft síðan aðeins að svona horfa fram hjá þessum stífu römmum og svona nota þitt innsæi og þína reynslu, en sjálfi spurningalistarnir og þetta dótari sem við erum að vinna með þeir eru löngu úreltir. Það er rosalega margt í þessu. Ég sá í pistilum ykkar, það var eitt sem vakti athygli mín og það var þið töluðum svona einhverju þing að bara koma saman ofboðslega mörgu einhverju fólki og vinna þá að þessari þekkingabeystöð og búa til einhvers konar lifandi samtal og svo líka úrræði út frá því. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að gera þetta? Sko, þetta er frá mér komið en og þetta var heila svona pínu púki í mér að nefna þetta vegna sem ég vissum að margir get ekki séð þetta fyrir sér. Það er mjög þægilegt að vera þar, mikið þægilega á venjulegum þingum. Mjög rólegt og svona ekki mikill hávaði erill og svona dempuð ljós og gæti verið bara mjög gott. En þetta er eiginlega svona til að benda á að þú veist, við erum ótrúlega mörg og það er búið að fjölga rosalega fullorðinsgreiningum sko undanfarin ár frá svona 2020 cirka 1920 þá hefur við verið alveg svona bylgja og það segir okkur að þú veist þessi hópur er bara búin að vera út allt, þú veist að gera alls konar. Svo margir sem veit ekki að þú veist, ég hafði ekki hugmyndum ég var einhver fyrir en ég egnaðist einhverja krakka sko. Já. Og það ég bara alltaf haldi ég var ekki einverja sko. Við annarkvort greinst við þannig eða út af því við verðum veik eða bæði og þannig að við erum með rosalega víðtaka reynslu hérna og þaðan og alls staðar að og þetta var rosa inn hérna eftir hruni þegar þetta var svona endurreisa eitthvað í þjóðfélaginu þá var alltaf kallað til þjóðfundar og ég held að það væri bara hollt fyrir fólk að sjá okkur saman komin í rými og hvað við höfum til málan að leggja. Það er líka bara svo gott að við séum sýnilega því að þá kannski áttar fólk sig á því að það er einhvert en ekki einhvert það er ofsalega mörg að núti sem að hafa ekki hugmyndið á. Og vita bara allt í einu vita bara að þau þú veist, funkar ekki, hafa ekki fengið handritið eins og svo vel lýst í kveik. Mér finnst þetta skipt svo mikil máli að bara, þú veist, að þetta eru svo margir ólíkir hópar undir einum hatti að allir þessir hópar séu sýnilegir, þú veist, ekki bara við, ekki bara krakkarnir, bara, þú veist, þetta eru svo margir hópar. Fólk með ólíkan tjáningamáta og allt þetta, þú veist, þetta væri spennandi. Já, það var mjög áhugavert að sjá það og ég hugsa alveg að geti komið gagn að þessu, þannig að Já, ég efast einhvern veginn ekki það. Mér finnst þetta frábær hugmynd. Ég er eiginlega viss maður að kemur eitthvað út úr þessu því ég þoli ekki að sitja á fundi sem kemur ekkert út úr. Það verður alltaf að vera eitthvað endamark. Það þarf að þjálfa borðstjórana sérstaklega að þola svona hvassýrt fólk. En ef það verður hlustað á það sem kemur fram í þessu, þá held ég að það verður mjög gagnlegt. Það verður bara að komast á þing. Já. Ég var stofnað flokk bara. Einhverju flokkurinn. Já, þeir hafa nú verið stofnaði nokkrir. En það er sko að því að það myndist einhver á svona vangreinda einhverfu og þá ofta fullorðsárum og þá ofta mjög kvenna. Málega þetta er líka hjá krakkum að því það er svo rosalega langir biðlistar hjá greiningarstöðinni að þú veist, það er bara ef þú sýnir ekki mjög hamlandi einkenni, þá er alveg bara líkur á því að barnið þitt fá ekkert staðfest að það sé einhvert af því að þú veist að minnsti hlutin fyrir gegnum ráðgjaf og greiningamiðstöð, flestir fari gegnum skólakerfið eða leikskóla og það og svo félagsþjónustuna og þarna heitir núna sannlega geðheilsumiðstöð barna eða eitthvað hét þroska og hegðunamiðstöð hérna áður. Og líka eitt að sko allt greiningaferðlið það gengur út af það að þú ert með eitthvað einstakling og þú potar í hann og svo skoður hvernig svarar hann áritinu og gerir tikkar í box. Þannig að þú ert basically að meta tráma og vanlíðan. Þannig að ef þú ert með einhverjan einstakling sem að þú veist umhverfið er lagað að hans þörfumúsleiðis og er ekki með þú veist alveg bakka á bakinu eftir þú veist það sem það eru lent í þá er ekkert víst að þú fattir það að mannskens einhverja því þetta er skynjun, þetta stendur ekkert utan á þér. Þannig að þú veist, það náttúrulega flækir líka svolítið málun.
þetta mjög gallað greiningaferli. Já, við höfum lagt til að nota bara kviðdóm. Við getum verið svona. Það bara kemur inn og spjalla við okkur í smástund og svo þetta bara svo maður með svona einhverjur það er alltaf svona, já, en ég er búin að þekka það svolítið, ertu viss alveg alveg nokkur í kringum mig ég svona aðeins tekið eftir í svona eins og mínu nærum umhverfi að það hefur orðið svona smá svona awareness oft í gegnum TikTok. Ég þekki einstakling sem fór einmitt svona og leitaði sér aðstofur og fór í svona greiningaferli einfaldlega vegna þess að tengdi við eitthvað TikTok-vídeó. Hafið heyrt af mörgu svona dæmi? Ég er bara svona dæmi, eða þú veist, ég reyndar ekki á TikTok, en ástæðan fyrir að ég fór í greiningu var að ég horfði á sjáið ósýnilega sem að Guðlaug kom meðal annars fram í. Og þá var ég bara, wow, þú veist, þetta er bara ég, þú veist, ég horfði á það mynd, þannig að ég fattaði eiginlega þegar að systir mín sem er reyndar núna búin að loka með því hún er votta Jehóva og ég lifi ekki samkvæmt reglum Guðsins hennar hún var að hlæja mér að því ég var eitthvað að segja hvernig sögur af krakkanum mín og hún alveg, já, nákvæmlega eins og þú varst og ég alveg, þá fór ég svona að fatta. Já, ég er náttúrulega bara eins og Ragnar, ég fer ekki reyningaferðilega út af að sjá þau ósynnilega, þannig að ég er raunin líka, það er bara, ég held að hafa verið. Ég er influencer. Já, ég hef það. Þú er svona reglan. Þannig að ég held að hafa komið til þess mjög margar til þess konur út frá því. Já, en ég mitt pantaði í greininguna þegar ég sá bara trailerana fyrir myndina og þannig að, já. Og hvað var það svona sérstaklega sem þið tengdu við þá í myndinni? Var það bara þetta, já, ósýnilegar? Já. kulnun, einhver kulnun. Já, þú veist, verið í endurhæfingu, þú veist, bara þetta, já, ferli að, þetta út á vinnumarkaði, lendi veikindi og þetta allt þú veist, en passa hvergi samt þó þú farir í endurhæfinguna. Þú kynntir okkur eiginlega allar með 2 starfsheitum. Já. Það er mjög einhvert kvenna einkenni. Þú veist, ég til dæmis vinn ekki sem sjúkraþjálfari. Ég er að hanna prjónaföt og bútið einhverju fræðslu. Hönnur hérna sem er síðan kynjafræðingur. Þetta er mjög dæmigert að því við erum svolítið á skjön og svo hugsaðum en ég læri bara eitthvað annað. Þá kannski gengur þetta betur. Hvað er þú með margar háskólagráður? Ég er ekki minn eina núna en ég er að fara að klára núna í vor en ég er náttúrulega sjúkralega og ég er lyfjatæknir. Akkurat, já. Svo já, ég er með starfstitla aðra og svona en já. Oft gengur okkur rosa vel í þessu strúktúrulega umhverfi sem er, þú veist, skólinn og þar sem við vitum bara, það er bara stendur í handbókinni hvers er krafist, þú veist, þetta er það sem þú þarfst að skila og svo förum við út í þetta svona óskýra umhverfi þar sem við byrjum að vinna og það er kannski enginn að segja að það er nákvæmlega þetta sem átt að gera og þá svona förum við að reka okkur á veggi og svo fara með okkur í óvissuferðir og það var rosa gaman í vinnunni og spjalla á kaffistofunni og já, og svo bleiki dagurinn og eitthvað og hérna svo förum við svona einhvern veginn að detta út úr og það er líka svona rauður þráður í lífi einhverja af öllum kynjum, það er einelti. Ég veist það er svona 98% cirka. Ég verð að segja eitt með bókstaflegu hugsunina. Ég er alltaf búin að vera að vinna í skólakjörnum mjög lengi. Það er alltaf náttúradaga reglulega og ég var alltaf bara ég get ekki tekið þátt í náttúrdadegi því ég sef ekki náttúrdum. Nei, akkurat, kemur bara nærbuksunum. Ég ætla að koma inn á nærbuksunum og svo eftir nokkur ára af þessu þá spurði ég eina, ég alveg, sefur bara í það öllu þessu fötum? Og hún horfði mig, nei, og ég alveg, Ég bara kem í þeim. Ég var að hugsa aftur, ég alveg, hvað er að ykkur? Ég þið svo. Það var alveg búin að gera grína mér eftir þetta. Margar svona, það er svo rosalega skemmtilega svona aha-sögur þegar maður veit þetta þá er maður svona, oh god, já. Ég var alveg ekki komið að bera ofan í vinnuna. En sem sko hafandi verið í þessari mynd sem að, og þess vegna segi ég að fullorðsgreiningarna komu í bylgju eftir 20, að því myndin kemur 19 og fyrir svo sjónvarpi 20, held ég hafi verið, og þá var bara verið að heilsa manni, þú veist, í kælunum í bónus, bara einhver gamall maður, bara takk fyrir, þetta er frábært og hérna, og ég verð að segja sko að viðbröðin, þú veist, eitthvað fólk í strætóskýli, eitthvað fólk hinga og þanga, svona, þú veist, gefa svo tal við mann og það var annarkvort bara óbærslega áhugavert eða bara hvert fer ég til í grein, eða þú veist, þannig að
ég held að það sé erfitt að spyrja okkur nákvæmlega hvað var það sem þú tengdir við, en þú veist, if you know, you know, þá bara svona, og sjálflega sé blogg, sko, ég er náttúrulega bara eldri, og sem allt í hennu bara var ég að lesa ævisöguna mín og ég sagði bara, guð. Ég meni, ég náttúrulega vil kynna mér allt, þú veist, ég næ allar upplýsingar sem ég get áður en ég gerir hluti, því að annars finnst mér ekki, þú veist, örugg með hlutina. Þannig að náttúrulega leið og ég frétta því að krakki minn væri einhverjur, þá las ég allt sig gat og það náttúrulega byrja ég líka að hlusta á, það svo mikið stór hópur í Bandaríkjunum, það fullorðnum einhverjum og þá náttúrulega fór ég að spjalla við þá og þá náttúrulega sér maður leið að, já, ok, heyrðu, þetta er ég líka. En þú veist, allt lífið er náttúrulega mjög skringilegt, þú veist, þú passar ekkert inn í, þú veist ekkert hvað er að gerast og það er maska, þá finnur maður eitthvað sem að, þú veist, maður getur svona lítið út eins og, svo ég skoða myndir af mér hérna frá því gamla dag, sko, ég fór í svona punkara ár, svo var ég eins og bara klippt út úr einhverju Bravo og djúran blæði í nokkur ár og þetta var bara svakalegt, sko. Það er eins og ég hafi verið í svona witness protection program, þú veist, ég hef með stutt rautt hár og alls konar permanent svakalegt að hafa þetta, sko. Þessi tískan og hinn tískan, er það að tengja? Svo alveg bara þegar maður byrja að vera í skóla, bara já, heyrðu, já, ég ætla bara að vera verkfræði, nei, heyrðu, nei, ég ætla að fara í tölvunarfræði og svo bara já, nei, ég ætla að gera þetta. Svo fór ég til hann að námsráðgjafa sem átt að segja mér hvað ég ætla að verða. Það var bara, ég get ekki hjálpa þér, þú er áhuga og mörgu. Þannig ég er alveg búin að vera svona eins og pingpong. En það er einmitt eitthvað svona smáar eitthvað vegg líka. Hérna námsráðgjafinn í skólanum getur ekki eins og hjálpa þér. Ég er bara, ok, það er ekkert alveg. Akkurat. Ég hef oft hugsað, sko, mér veist ég hafa svona skort á hæfileikaleysi. Ég vildi að ég hefði bara svona einangra svið sem ég get bara verið á af því ég fer svolítið við það öll. Já, ég meina það er bara, ég hef aldrei getað skilja hvernig fólk har bara farið og já, ég ætla bara að vinna við þetta sem eftir er. Svo er ég komið með 2,5 barn og íbúð og þú veist, jafnling og ég er bara, vá, ég er ekki ennþá alveg búin að ákveða hvað ég ætla að verða. En maður getur bara að vera óslega góður í ykkur einu, þú veist, það væri svo næs. Það er bara með þetta, það er bara ákveðið, þú vissir hvert þú ætti að fara. Alltaf. Ég heyrði eina konu einu sinni lýsa sem hérna, þessu að hafa svona mörg áhugamál og áhuga svona mörgum og hún væri ofboðslega góður amatör í ógeðslega mörgum en engin sérfræðingur í neinu. Það er einlega. Ég er ekki mjög góð að klára. En náttúrulega 70% okkar er líka ADHD, sko, fyrir svo það er tekið fram. Einmitt. Og það er svo hérna önnur hlið, það er svona, þú veist, alveg mikið af nýgreiningum og hérna og hefur bara farið vaxandi síðustu ár og ég heyrir aðeins minna það en svo er þetta líka einmitt svona samþættur vandi, sko, ADHD, einhverfa og svo hvernig þetta leggst þetta bara mismunandi í fólk og á fólk eitthvað neginn. Ég held að það sé samt eðlilegt að því að þjóðfélagið það er náttúrulega, við erum að fara lóðbeint, þú veist, í fascist helviti og enda markmið kapitalisma en eftir því sem að þjóðfélagið verður eins og það er að verða þá er alltaf erfiðar fyrir okkur að fungera hérna í þjóðfélaginu þannig að ég held að sé meiri líkur á því að það séu fleiri að fá. Við passum ekkert voðalega vel í svona kapitalist umhverfi sem segir sko fyndu vinnuna þína og vertu að það er þanglu að fara gull úr. Já, og gerðu þetta sé að því að ég segi þau er að gera það. Þú voru að hafa framleiðni til þess að vera verðugur. Við passum ekki alveg þannig. Og bara að því þú segir sko að þetta sé fjölþættur vandi, það er það í raun og veru ekki. Og hérna, þegar maður er að tala við fólk sem er svolítið eldra og er kannski alveg upp bara í litlu þorpi og fór bara niður í fjöru, það var ekkert í þessum endilega vanda sem við erum og krakkarnir okkar í dag sko, sem eru að koma inn á leikskóla, þú veist, undir 1 árs gömul og eru bara byrjuð í hérna, svona einhverju systemi og áreiti. Ég meina, hvað er náttúrulegt við það að stapla saman, þú veist, unga börnum með einhverja 2-3 yfir sér? Þetta er ekki, og hugsa til baðstofunar, það var alltaf, þá eru 3 ef ekki fleiri kynslóðir að hjálpa stað. Það er svona eðlilegi hluturinn. Þannig að við setjum krakkana í rosalega svona irriterandi umhverju mjög snemma og okkar krakkar, þeir eru svona kanarifugglin í kerfinu eins og í námunum, þú veist, það eru þeir sem finna fyrst fyrir súrneskortinum og þá verða þeir rosalega vandamálið í staðan fyrir að vera lykillinn að lausninni, þú veist, þannig að ef að kerfið væri aðlaga að þörfum einhverjara, þá myndi allir blómstriði. Já, ég var að hugsa að setja einhvern tímann, að því ég er nú líka til dæmis á TikTok með nokkur, ég var einhvern tímann að tuða einhverfi þar og eitt af því sem ég var að segja, sko, að ég myndi vilja greina, sko, stofnanir frekar en fólkið. Já. Þú veist, ég meina skóli sem er með háa tíðni skólafórðunar, hann hlýtur að vera með eitthvað syndrom. Þú veist, það er eitthvað að. Þetta getur ekki verið bara allt í einu sér öll börnin veik.
Akkurat. Þið talið endurhæfingu sérstaklega í pistlinum og svona svo þróun að virk einhvern veginn og sérstaklega að svona atvinnu markaðsúrræði þau séu einhvern veginn sett fyrst og fremst í bataferli fólks. Ég var að skoða spurningalistan þegar þú ert að byrja að reyna að komast inn á endurhæfingu og þetta bara hvernig var síðasta atvinnan þín og þú veist, var erfitt að lyfta þungu? Þú veist, þurftur að labba mikið? Var þetta, þú veist, þetta gekk allt út af það, hvernig getur við fundið fyrir þið atvinnu sem þú virkar í og ferð og losna við þig. Þetta er ofsalega fyrirlegt, sko. Það er ekkert verið að hugsa þú veist, hvernig líði þér, hvernig getur við látið þér líða betur, af því að ég meina, ef að þér líður betur, þá ertu virkari. Þetta er eins og krakkar sem að, þú veist, ef þeim líður vel, þá læra þau. Og þú veist, þetta er einhvern veginn, þetta er svo öfugsnúið kerfið, það er einhvern veginn að alltaf þetta fjandarsboks, mætilega komast honni og passa honni. Af því að annars getur ekki unnið fyrir laununniðinu, borgarskatt. Vandamáli er að það vantar fleiri möguleika í endurhæfingu og þú veist, auðvitað þarf að vera starfsendurhæfing en það vantar líka bara aðrar leiðir og þú veist, sem að hendi, það passa ekki allir einmitt inn í þannig kassa, sko. Og það er ekki, það ætti ekki vera svona fyrsti hvati að koma fólki á lappir til þess að fara að vinna, heldur bara að koma fólki á lappir, punktur. Já, ég meina, eigum við það ekki öll svolítið skilið að sko, og sérstaklega sko, einn besti einhverfu sálfræðingur á Íslandi talar mikið það að skóli sé í raun og veru bara traumatiserandi fyrir einhverfbönn, bara að fara í skóla, tráma. Og ef við komum þannig bara úr grunnskóla, þú veist, án þess að hafa fengið þá kannski viðeigandi hjálp, þó að við höfum fengið einhvern stuðning, að það er alltaf þessi fókus á sko, hvað ætlar að verða þegar þú verður stór. En við erum kannski byrjuð að sko, hlaða utan á snjóboltan af vandræðum sem eru óþörf út af því að við erum að fara inn í kerfi sem við pössum ekki inn í og þetta er eitthvað það var stundum verið talað sko ef þú labbaðir inn í ef læknir frá því fyrir 100 árum myndi rölda sér inn á Landspítalan í dag og eiga að fara að vinna þá væri það rosalega erfitt fyrir viðkomandi af því það er allt svo breytt en kennari fyrir 100 árum sem myndi labba inn í skóla og ætti að fara að kenna það væri bara talsvert meira aðgengilegt þú veist, það hefur ekkert náttúrulega rosalega mikið breyst þarna og bara eins og okkar kerfi, okkar taugakerfi er það sem heitir monotrópist að við svona fókusurum á einn hlut í einu og það er okkar eðli og við njótum þessu rosalega þegar við fáum að gera það að einbeita okkar einn hlut í einu þú horfir á stundatöflur 6 fög, 40 mínútur fara á milli að, þú veist, bara það til dæmis ég hef ekki heyrt mikið talað það þurfa að breyta stundatöflum það er líka oft, þú veist, eins og þegar að vera að taka börn og það bara við erum að læra í 15 mínútur og svo 10 mínútur í þú veist, eitthvað annað og svo læri 15 mínútur það svona helvíti, sko, ég bara hvernig ámaður að geta byrjað að einbeita sér og það er þetta búið og svo aftur og búið þetta er einhvern veginn, þetta er rosalega furðulegt það er einhvern veginn ekkert þetta á að vera eitthvað svona, þetta gengur allt út á eitthvað svona verðlaunakerfi sem að raunverulega... Já, þetta eru svolítið góð úrræði sko fyrir, þú veist, 90% fólks. Já, en ekki alla. Og þá náttúrulega kemur þetta, þú veist, loksins komin með fókus á eitthvað og þú veist, akkurat að einbytta þér að þessu og þá átt að stoppa og þá átt að fara í eitthvað annað. Það var rosalega flókið fyrir marga einhverfa. Ég var þegar ég var yngri þegar fólk sagði, Dóraða matur, þá lagðist ég í jörðina og með á grúfu og öskraði. Bara breytingar, bara nei, ekki án þess að vita það fyrir. Þegar þú segir breytingar, nú talið þið fyrir svolítið breytingum. Þið viljum bara sjá samfélagi breytast í taktu við bara borgara sína, sem er bara ósköp eðlileg krafa. Ég var til í bara að samfélagi myndi hlusta í staðan fyrir að ákveða fyrir einhvern og halda að þú veitir eitthvað sem þú veist ekki. Ég get ekki ákveðið fyrir óeinhvert fólk að því ég veit ekki, þannig ég að hlusta. Þetta er svona einhvern veginn, það þarf að fara í baðráttur. Hafið þið fengið ykkur svör við pislinum ykkar? Hefur Alma heyrt í ykkur? Örugglega ekki. Við náttúrulega byggjum hann að hafa samband við einhverjum samtökin, þannig við þurfum aðtúa hvort að það gerist. Byggjum spennt.
En hvað var svona óskastaðan fyrir ykkur að myndi koma út úr þessu öllu saman ímynni þessu samtali? Þetta var Kveikur var sláandi, þetta var kannski eitthvað sem að þið vissuð kannski en almenningur vissi ekki og var nokkuð slegin yfir. Og svona, já, óskastaðan. Janus þið opnað upp hann? Já, af hverju? Því að þar var að hugsa þess út fyrir bóksið og þetta hentaði vel. Og þau úrræði sem eru núna í staðinn, það alltaf verið að ég er fullt af fagfólki alls og leys en þau bara passa ekki. Ég veit alveg einhverja unglinga sem að einhvern veginn hafa bara ekki geta mætta því það ekki tekið á móti þeim á þeirra forsendum og þá einhvern veginn bara svona hótanir ef þú mætir ekki þá farið ekki endurhæfinguna og þetta einhvern veginn þetta svo friðilegt það er einhvern veginn ekki hægt að mæta fólki á þar sem það statt á þeirra forsendum og taka til þetta. Það var náttúrulega bara að fara eftir landslögum, það er númer 1. Það má ekki mismunna fólki í kerfunum okkar. Það er bara klárlega verið að gera það. Og það er alveg sama hvað hægt er að koma fram og segja við vísum engum frá án skoðunar eins og hjá heilsugæslunni og þessum geðheilsu teimum. Nei, ok, þú veist, ég má koma með umsókn, svo hún skoðuð og svo mér neitað. Þú veist, og það er rosalega alvarlegt mála því að við vitum alltaf betur og betur og það eins og það var verið að tala að aðferðir sem notaðar eru á taugatípist fólk, þær virka oft ekki á okkur. Þannig að það er grunnforsenda í allir meðhöndlun okkar að vita við séum með þetta taugakerfi. Staðan í dag svo að fólk felur, það vill ekki skrásetta greiningarna sínar, það vill ekki að sé talað þær, það vill ekki segja frá þeim þegar það sækir eins og til geðheilsu teima. Það er búið ít okkur inn í skápinn og þannig að við vitum að frá fyrstu snertingu þá verður hort á okkur svo röngu sjónarhorni. Og það er alveg þú veist, miðað við, eins og ég segi, það er fullt af þekkingu til og nýjasta þekking er þessi. Þú verður að hafa svo kallað svona neurodivergence informed meðferð. Að við ætlum bara að útbúa kerfin þannig að fólk feli eðlið sitt til þess að fá þjónustu. Og þá vitum við að þú færir ranga þjónustu. Og sen líka búið að koma einmitt með skaðlega reynslega, ef þú ert að maska mikið sem þú gerir þegar þú ert að fela þessu. Það er mjög slæmt þú ert í geðteimi í meðhöndlun, þú ert að fela einkennin þín og út því að passar, út því að þeir eru ítt undir að þú verður að sína árangur en ef þú ert, þá bara maskar það, þú felur það og eitt af því sem kannski og það er alveg slæmt, að einhverjur eru líka góður í að fela og blekkja og sömur geta, ok, við erum með skóð í því, en þeir sem eru góður í að maska, að það líka bitnaði bara rosalega illa á þeirra geðheilsu og því að þeir kunna að fela einhverjum sinna, þeir kunna að, og sína hugsanlega árangur á þessum tikkblöðum hvernig á að, þú átt að uppfylla þessi skilyrði, já, og þú nærð að, laga listan. Það þýðir ekki að þú sért orðin, andlega betri í heilsu, þú ert bara, en þú getur, blekkt listana. Það verður bara ennþá neðar. Og ferðir raunin geðheilsaðin raka bara rosalega og þetta hefur bara, það eru rannsóknir sem sýna bara hvað möskun er slæm. Hún er helsta orsök einhverju kulnunar. Já. Og flest svona inngrip sem hafa verið stundið gegnum tíðina eins og félagsfærni, námskeið og eitthvað svoleiðis, það er beinlínis verið að kenna krökkum að leika sig óeinhverfu. Já, það er verið að þjálfa þau í þessu. Barnið mitt var sett í atvillisjálfum, það var bara, markmiði var bara að barnið mitt átti ekki til lítið út að vera einhvert. Þú veist, þetta er bara að það er verið að gefa gúmmi og nammi og alltaf bara svona í verðlaun ef þú gerir eins og átt að gera. Og þetta er bara svo svakalegt, þetta tók svo á að bara, þú veist, andlega líðan hjá barninu mínu, hún bara hræðileg. Og þetta er svo skadalegt, þetta er bara hundaþjálfun, sko. Það sem að segja, við erum á eftir öðrum hópum, við erum á eftir samkynhneigðum. Það er orðið nú bara ólöglegt að fara í svona af eðlis meðferð, þú veist, eins og bara umræða núna í sambandi kaþólsku kirkjunnar. Þetta sem hún notað á einhverju börn. En það er svolítið línan sem hefur verið og er þrálát að ef þú getur látið líta út fyrir að þú sért
ekki abnormal, þá allir glaðir og eins og þú varst að segja, Ragnheiður, að þú veist, ef þú truflar ekki umhverfið í kringu þig, þú veist, þá allir kátir. Já. Og svo erum við líka bara, við erum svolítið mikið í því að reyna svona overcompensata, þú veist, við erum að reyna að þóknast fólki og svo mörg okkar erum með bara brotna sjálfsmynd og hérna, þú veist, þannig að þetta fer allt rosa illa saman einhvern veginn og þetta leiðir að bara, þú veist, vanlíðan og Við göngum svo langt að passa inn í hópa og svo kemur alltaf í ljós að við passum ekki inn í hópin og þá hrynjum við niður og svo finnum við næsta hóp og við gerum allt sem við getum til þess að passa inn í hópin. Svo allt í einu hópurinn farin og þú veist eftir og þú veist ekkert hvað gerist. Þetta bara gerist endalaust, trekk út allt lífið og þetta þó maður, þú veist, getur kannski farlega meðan maður í vinninu allan daginn og allt það, þá þú veist, þú hugsar þetta og þú fyrir að sofa á kvöldin og þú veist, þetta svo skemmandi, sko. Þetta er svona tráma bara. Og ef við megum ekki sína og segja frá því hvernig við erum, hvernig eigum þá að finna, þú veist, jafningjan okkar. Við erum, þetta allt, við erum öll kynst, sko, og þessar hópar eins og ég sagði sem hafa verið að vakna núna og tala þú veist, þessar fréttir sem hafa verið að koma. Þetta allt fólk sem hefur kynst í gegnum einhverjuna sína og hérna á samskipti á þeim forsendum og flest okkar eru bara ótrúlega þakklátt fyrir það ef ekki öll að geta eitthvað neginn og segja, svo gott að geta að tala við ykkur að því að ég þarf ekki að feika neitt eða, þú finnur allt í ég veit, þú skilur mig og allt þetta, þetta er eins og að fara bara í allir jafningjahópar eru góðir. Þetta er svo mikið svona, ég veit að ég er alltaf að sletta hérna ensku, en þetta er svo mikið validation, hvað er hérna svona staðfestandi, bara að geta að tala við fólk sem að veit hvað maður er gangi gegnum, sko. Akkurat, mér finnst svo áhugavert þetta með það sem að þú voruð að segja með að maska og mér langar svo að tala eins meira það, bara í þessa samfélagsgerð sem að bara einhvern veginn ýtir fólki út í það að þykjast eiginlega vera bara eitthvað annað en það er. Þú endar sem svona kameljón, skilur, þú ert þarna og svo finnur einhvern hóp og fylgist með, svona óafið, þú veist ekkert af því þegar þú ert yngri og ert að gera þetta og fattar þetta þegar þú ert eldri. Og svo bara ferðu inn í hópin og ert bara svona eins og hinir. En þetta er ekki þú. Og þú veist, svo kemur eitthvað upp á og þú ert ekki lengur í hópnum. Þá er einhver annar hópun sem er kannski aðeins öðru sig, eins og ég var þarna eitthvað svona, eins og djúran klipping og svo ég, þú veist, eitthvað svona rappardót og svo ég eitthvað svona, þú veist, þetta bara, maður bara breytist eftir hópnu sem maður var í. En þetta var ekkert ég, skilur, en þú bara maskar og ert bara svona eins og það gerir þetta náttúrulega þú veist, öll störf meir og minna eru þannig að þú ferð í hlutverk og þú ert í einhverjum, sumir eru í búning mér að segja og það eru frasar sem þú átt að segja, þú veist, þú átt að heilsa svona og bjóða og þú veist, það er alls konar reglur í öllum störfum og hjá okkur verður þetta bara svolítið svona alltumlykjandi, það er ekki bara þú veist, á vinnustaði eða í skólanum heldur, kannski höldum við þessu áfram alveg þanglega sopnum að kvöldi og erum með allan sólarhringin, þetta er eiginlega svo verið í vitnavernd, þú veist, þú færð útlutað áhugamáli, nýju nafni, útliti. Og líka, þú veist, maður stundum með maður að fara inn í nýjar aðstæður, þá maður bara búin að æfa sig annarkvort óavitandi eða vitandi, hvernig þú hvað ætlar að gera, hvað ætlar að segja, hvernig þú ætlar að vera. Þetta, þú veist, og að því allir svona dagar sem eru svona uppábrot, þar sem þú ert ekki lengur nákvæmlega eins og þú veist, þú átt að vera í vinninni, svaklega við, sko. Einmitt, bara svona óvæntar aðstæður það sem að að gera sig glaðan dag. Þá erum við vandrar. Það má ég vera bara í mínum degi. Bara skreppa þess. Það eru svona þessar stereotypur svolítið. Þegar að tala einhvert fólk, það var alltaf að tala þú veist, bara svona svolítið skrítið fólk, kassalaga fólk sem á bara svolítið erfitt með að svona fungera bara inn í mennilegu samfélagi, en það er nú ekkert raunin, við vitum það alveg. En hérna, finnið þið fyrir þessum fordómum, þessum stereotypum, eru þið sett í þessi box ennþá? Þessi kona var að gera meistarritgerð þetta. Já, heyrðu, endilega, segðu mig frá. Sko, persónulega finn ég mjög mikið fyrir þessu sjálf og það var kannski ástæðan fyrir því að ég ákvað að skrifa þetta. En ég held að líka við söngvar og konur og söngvar kvár finnum mikið fyrir þessu af því að staðalímyndin er í grunninn hvítur kall og er það annarkvort svona, einmitt þetta atlægi, þú veist, hann er eitthvað svona glöðlegur eða astnalegur eða nördalegur eða þú veist, á að sýnast þannig eða þá að hann er bara með rosa
svona sýnilega miklar hömlur, þú veist, og allt rosa sorglegt og þú veist, þannig að það er þessi svona tveir pólar einhvern veginn. En einhvern veginn sama hvor staðalímyndin það er það er alltaf þessir ýktir svona eiginleikar sýndir og út frá túlkun óeinhverfra, þú veist, þannig að það er fólki sem fær að miðla þessum staðalímyndum. En svo erum við farin að finna svona, að sjá staðalímyndir fyrir konur sem eru það sem allavega kom fram í rannsókninni, þessi Manic Pixie Dream Girl sem er svona rosa quirky og krútleg og svolítið barnaleg líka, þú veist. Svona New Girl. Já. Ef einhver horfir á þá þætti. Það var svona svolítið þar. Já, en hún er svona, þú veist, hefur líka sína svona skaðlegu einleika, þú veist, að hún er einhvern veginn svolítið túlkun karlmanna á, þú veist, og sýnir bara svona eftirsóknarverða einleika en sýnir ekki erfiðleikana eða þú veist, og gerir svolítið lítið úr þeim. En þetta er kannski svona eina staðalímyndin sem er komin einhverja konur, en þú veist, maður sér ekkit kvár mín er hérna fjólblátt hár og heklinól. Það er svo sem að ég tala oftast Já, en þetta er, þú veist, þessar staðalímyndir, ég menn enginn þeirra sýnir okkur í sönnu ljósi, þú veist, bara ekki það. Við getum verið ólíkar og því að, við erum hérna 4, við erum ekkert eins. Nei. Við erum alls ekki, við erum alltaf bara með mismunandi áhugamál. Við erum ólíkar innbyrðis en við eigum það sameiginlegt, við erum allar einhverfar, en við erum ekkert sama manneskjan. Það er ekkert sama sem á við okkur allar og það er bara, og það er miklu fleiri einhverfur og miklu fleiri bara breyttir af okkur, þannig að við erum ekkert sama persóna þó við eigum þetta sameiginlega, en við getum alltaf að tala við lendum á sömu veggjónum sem við getum alltaf saminar okkur, þar sem við getum tala erfiðleikana, hvað við erum að lenda í, en fólk verður líka að horfa á að við erum ólíka persóna líka, einhverfan er ekki persónuleikin okkar, engungu, þannig að þetta er svona, þetta er svona eins og allir rauðhærðir í bíómyndum væri alltaf sami karakterinn. Já, eða allir örvhentir. Að því skiptir svo miklu máli að þú veist, tala við okkur, því að þú veist, skólakerfið er oft þannig að það er einhverjur nemandi verið hér og nú gerum við nákvæmlega eins og alla hína einhverju nemandina. Þetta er svona einhvern veginn. Gekk svo vel með hann Gunnar. Já, þannig að ég hef bara fengið að heyra það inn frá grunnskóla. Þetta er ekki fyrsti einhverju nemandi sem hefur verið það. Ég er bara, þau hefur bara greinilega þá ekkert komið vel fram með hérna. Það kom, sko, þegar ég var í grunnskóla þá kom allt í henni svona einhverju deild, hún var reyndar í skúr fyrir utan skólan og já, sem er einmitt í svona eftir á hyggja bara mjög skrítið, en þar voru bara mjög skrítnir strákar og alveg svona, þú veist, hérna ólíkir, en þeir áttu hvergi heima með okkur einhvern veginn, þeir voru ekki í öllum tímum, þeir voru bara út í skúrinu sínum. Og þú veist, er þetta ennþá með þessum hætti? Ég meina, hvernig er þú veist eins og skóliðan aðgreiningar og svona? Svo mismunandi eftir skólinn, það er bara annarkvort heppin eða ekki. Og það fer líka bara innan skóla hvaða kennara þú ert með og hvort að kennarinn er tilbúin að hlusta eða hvort þessi fastur í einhverju. Það segir náttúrulega eitthvað bara sjálft kerfið. Að ef það þarf að setja hluta hópsins í sérstakt herbergi út á skólalóð, þú veist, þá er þetta ekki fyrir alla. Það bara segir sig sjálft. Og hérna þetta er svolítið bara eins og þú segjum og sért með eitthvað ofnæmi eða mataróþol eða eitthvað, að það væri alveg hægt að hafa bara matinn þannig að hann passi öllum, en svo er líka hægt að hafa mat sem kemur á réttum tíma og svo þessi sem er sérfæði hann fær síðastur. Þú veist, það er svo góð þjónusta í dag, þá er maður mjög þakklátur fyrir þetta, en þetta er ekki inclusive, þú veist, þannig að ég held að við séum með svolítið svona bútasaumsteppi, sko, skólakerfið. Það er alltaf verið að bæta við einhverju, en þá verðum við bara að leysa þetta svona og búum það bara til herbergi með betri lýsingu, í staðan fyrir að bara setja betri lýsingu í allan skóla. Þetta er líka svo, og svo framvegis, þú veist. Þetta er líka svo klikkað eitthvað, það er engin svona framtíðasýn, það er eitthvað bara fyrir eftir því hver er akkurat yfir þá stundina eitthvað gæluverkefni að setja og svo breytist og það er engin peningur settur í þetta því að við erum bara að búa til framtíðar vinnuafl í kapitalískt kerfi, þannig að það er einhvern veginn bara að reyna að koma krakkanum sem fljótast í gegnum skólakerfið og þú veist,
þið getur bara getið skít sem passa ekki inn í og þetta einhvern veginn, ef að skóli án aðgreiningar eða engi gildandi skólakerfi ætti að vera, þá ættu allir hópar að koma að því að búa til. En þú veist, þetta er rosalega fín hugmynd og svona, en hún var ekkert gerð af einhverjum til dæmis. Og það er, þú veist, kennaraháskólinn er ekkert að einbeita sér að því að kenna, eða þú veist, að fræða einhverju. Og ég menna að þú sér líka bara í þroskaþjálfarnáminu sem ég var í eina einhverjufræðslan kom, hún var bara hræðilega, sko. Þetta var bara, þannig að þetta er einhvern veginn, kerfið er ekkert að virka, þannig að það er alveg að breyta kerfinu frá grunni. Þú veist. Það er svolítið þar ekki. Það er ekki alltaf ætlast til þess að þú sér það heppin að það sé einhver starfsmæður í skóla sem að geti bentir á. Þá er þau oftast í lægstu stöðunum og það er ekkert víst að sé hlusta. Því það er alltaf hlusta fyrst á fagfólkið. Það var talað um auðvitað kveik og hefur verið talað um við annars þar að það eru svona, þegar það búið að íta fólk svona ákveði langt út á brúnina, þá eru alltaf alls konar önnur vandamál sem að taka við. Það eru, og það tala mikið um fíknisjúkdóma í þessu samhengi. Vitið þið og þekkið þið bara úr ykkar starfi og með einhverjum samtökurum og svona að mikill fíknivandi á meðal einhverjum? Við eigum óbúslega stóran hóp, það hefur komið fram Píeta er búið að stíga fram og tala um að þessi hátt hlutfall hjá þeim. Við við borðið erum í hæsta áhættu þætti einhverjar konur. Og varðandi fíkn og þá aftur að sko fíkni meðferð fyrir okkur passar ekkit endilega svo sem er í boði í dag. Akkurat. Vegna þess að það sem að okkar hópur er að gera oft er að deyfa sig. Hann er að loka á lykt og hljóð, áreiti, minningar, tráma, þannig að þetta er deyfing og svo þegar þú átt að koma sko sagt nú tökum við af þér þessa deyfingu og þú átt að fara að sitja fundi í hóp með fólki sem að er allavega og tala í röð og eitthvað svona og þá er svolítið farið inn í okkar veikleika að við tölum oft í öðru tempó en aðrir og eigum erfitt með að koma inn í hóp og við vitum ekki nákvæmlega hvernig það er og það var svolítið gaman, ég fekk að koma upp í S.A.A. með fræðslu fyrir nokkrum árum og grúskaði svolítið í sambandi við þetta. Já. Og þetta er svona, þannig bæðið er orsökin fyrir neyslunni er oft önnur og auðvitað er þetta oft krakkar líka sem að, það kemur líka sem þáttur að vera einmann og utangátta og fara inn í, svona óheilbrigða hópa, en svo er það líka bara þetta að vera að deyfa sig hreinlega og svona self-medicate eins og sagt er. Og þá þarftu alveg að, greina það að þetta sé málið og vinna út frá því og þá er kannski kerfið sem að 2 kallar bjuggu til fyrir Bill og Bob, hvað er langt síðan þeir bjuggu til kerfið sitt. Það er ekki víst að það er AA. Nei. Já. Það voru alltaf 2 kallar sem bjuggu það til, eins og eðlilega. Já, í kringum sig bara. Já. Það virkar svo vel fyrir þá. Amerískir menn, hvítir, að já, þannig að við lendum átt þarna og við eigum stóra hlutdeild í fangelsiskerfunum, félagslegu kerfunum, út allt og ég var nú hef komið svona félagslega að líka, bæði á vinnumarkaði og sem bæjarfulltrúi, formaði fjölskylduráðs í Hafnarfirði og svona kom inn í, þessi félagslegu kerfi og svo þegar ég fekk einhverju gleraugun á miðri leið að þá var svo merkilegt maður sagði, guð, þetta eru bara einhverju mæður sem enginn er að hjálpa og það bara beðið eftir að þetta verði barnaverndarmál eða eitthvað, illa farið með einhverja félagslega íbúð eða, og maður hugsa bara, oh shit, þetta er, nú sé ég hvað þetta er og þannig við erum svo víða svo ósýnilegar að ósýnileg að það verður að vinna með eitthvað vandamál sem eru ekki raunverulega vandamálið Það er alltaf bara mjög lógist að þú passar aldrei inn í neins staðar og ert alltaf auðvitað gáttu þá er það eitthvað sem gefur sig og það er þá geðhelsan þannig að það er bara alveg mjög lógist Ég man líka að þú talar fangelsin einhvern tímann að þar væri mjög há prósenta af bara skynseinfólki sem kannski er svona hönd í hönd við einmitt fíknivanda og bara alls konar. En það góða í því er að ég held að þetta sé eina geðheilsu teymið sem
tekur vel á einhverju fólki þar í fangilsunum. Já, það bara Guðmundur Ingi Þóroddsson sem að heiða því. Ég held annarkvort þarf að vera inn í geðbatteríun og Landspítalanum eða þá þarf að vera í fangelsi ef þú vilt fá sem sagt aðgengi að geðheilsuteymum sem eru fyrir alla Íslendinga. Góð skilabóð í samfélagi. Ertu fárveikur eða farið í fangi. fangelsi. Og þau gera greiningar líka í fangilsunum skils mér sem bara mjög góður að gjalda vert og við þökkum fyrir það. Kannski svolítið seint í sem gripið. Já, í sumum tilfellum en auðvitað kannski betra upp á betra seint en aldrei. Já. En ég veit að þau ströggla líka þar ég var, Guðmundur Ingi Þóroddsson var einmitt hérna hjá mér bara fyrir nokkrum dögum síðan. Við fórum svolítið í þetta einmitt, sko, að það nefnilega, það má eiginlega ekki vera með margar greiningar í fangelsi, af því að þá getur misti smáþjónustu. Já, ég fór bæði á tvær greiningar, og þá þarfst eiginlega að velja, sko, hvort að þú ætlar að fá hana út frá kannski fíknisjúkdómi eða út frá geðrænum vanda eða út frá, og þannig að, þú veist, það svona það er aðalega ef þú villist milli heilbrigðis og félagslega kerfisins, þá ert í vanda. Akkurat. Já. Það er eins og bara svona hvort þú ert langveikt eða fatlað barn. Akkurat. Það er mjög vandasamt að vita það og mikilvægt að vita það. En oft er það náttúrulega bara alveg það sama, sko. Ég finna að það er mikil þörf í samfélaginu það fyrir mikil og mikil kinka kolli þegar ég var í fangilsunum og alveg fólk sem kom líka eftir á, þú veist, úr starfsliðun og sagði bara hei, hvert fer maður? Já, og hvert fer maður? Já, það er góð spurning. Þetta er eiginlega svona leyniklúpur. Það er eiginlega banka bara svona ákveð bank og segja leynihort. Mætir hana á hálitsbröðni. Nei, það er ekkert kerfi, sko. Nei. Þú sendir tölvupóst á einhverju samtökin og þau lóðsa þig svona þá leið sem er þó fær og þá fær maður svo kallað ADOS-mat sem er ekki full gild greining, vegna þess að það er ekki geðlæknir, þetta er ekki teymi. Þú farið að vita, út einhverf, gangið vel. Já, og svo skiptir þið sjálfur sér engu máli hvort þú fáum þessa ECD-greiningu eða ekki, en þess að það er öllum sama, þú getur sýnt þetta ef þú væri með skírtinni, það er alveg sama hvað þú sýnar og fara ekkert fyrir það, ekki félagslega kerfinu, ekki, þú veist, það hefur basically ekkert að segja. Og getur þið einmitt frábending eins og er búið að sýna með geðheilsuteymin, en samt sko getur meira sig orðið til trafalla að vera með. En samt það að fá að vita af hverju maður er eins og maður er og allir hinnir í heiminum er svona skrýtnir. Það er samt það besta sem ég hef gert. Og flest okkar vilja það, sko, þó maður sé eins og við vorum í raun og veru örugglega allar svolítið búnar að sjá þetta, bara úps, þetta er ég, að þá förum við samt og biðjum staðfestinguna. Að því að það er búið að miskilja okkur, þú veist, svo óbúslega lengi og svona, maður er búin að vera einmitt eins og segir að dett út úr þessum hópu og dett út úr hinum og þá þorir maður ekki að koma og segja bara hei, nú er ég í þessum hópi, maður þarf að fá svona ég var samt rosalega stressuð því ef ég myndi ekki fá einhverju greiningu, hvað væri ég þá? Ég var líka alveg 100% vissum að ég myndi fá nei, sko. Og svo er þetta líka bara pappírar upp á, þú veist, af því að mann er ekki trúað, af því að mann lítur ekki út að vera einhverjur, þá er það líka pappírar til að Það fær ofta að heyra að þú ert ekki eins og mitt barn. Nei, ég veit, ég er ekki eins og tveggja barn. Frændi minn og son, hann er ekki eins og þú. Ok, ég er ekki hissa. Ég er ekki svona frændreins. Það er ótrúlega algengt, sko. Þú ert ekkert eins og litla barnið mitt. Já, ég finna það mikið þörf fyrir þetta samtala en ég vil bara endilega fá okkur aftur bara sem fyrst í spjall einhverju, ég held að Við getum skipt inn á líka. Já, skipt inn á mitt mér finnst að við erum með eitthvað og ég held að þetta sé bara svolítið gott og þarft og hér þarf bara einhvert fólk að setjast svolítið við borðið og svona eiginlega bara skóla okkur hinn og líka bara sem stuðningur út í samfélagi fyrir einhvert fólk sem kannski hefur ekki fengið greiningar eða er einhvern veginn svona burðast með sjálft sig. Það er að þetta sé bara einmitt, mikil þörf á. Samt er svolítið mikilvægt að sjálfsgreining er alveg jafn sjálfsögð og þú þarft ekki að fá uppáskrifa frá fagmannesku að þú sért einhver, þú veist það sjálfur. Þetta er alþjóðlega vegna þess að þetta er ekki bara á Íslandi sem aðgengja greiningum er erfitt og þú veist, hjá börnunum er það biðlistarnir, hjá okkur er það bara skortur á kerfi. Ef við getum verið á biðlista, það væri stuð. Ég er með einhverju hittinga til dæmis í HÍ og ég hef haft á því að það sé ekki skilyrða fólk sem er greiningu og ég hef fengið
athugasemdir út á þetta, þú veist, þetta að ég hafi þetta í kynninguna á heitingunum mínum, að ég hafi ekki kröfu að fólk sem einhverju greiningu og ég bara svona, já, en þú veist, Ætlar þú að skoða þetta? en ég ekki með einmitt, þú veist, bara ef fólk telur sig vera einhvert, að það nóg til þess að Sko, ef þú ætlar að fara að skoða greininguna, þá þarf þetta, ég skal segja, þá þarf þetta eiga pappistætara. Þess að þá ertu farin að setja upp heilbrigðisstofnun og það er eitt mikilvægasta, ég rak sko sjúkraþjálfarnastofu, aðalmáli var að eiga pappistætara. Já, en ég finnst það svo fyndið út því, ég vildi að það veri svona aðgengilegt fyrir alla sem bara telja sig vera einhverfa, en sem þegar ég byrja að fá athugasemdir að fólk sé að tala að þetta sé svona fáránlegt að vera með svona Þetta sé astnaleg kynning. Er þetta svona eins og allir eru svolítið einhverjir? Já, og ég fekk athugasemdum að sem geti verið að reyna að blekkjast þess að koma inn og ég bara... Það er mikið tekið að reyna að þykjast fyrir einhverjur. Má hann ekki vera með þá bara? Já, það er bara þá manneski. Það hefur ekki verið vandamál. Eyrún er með svona kassa sem hún mátar fólk í. Þá kemur inn en já, en ég hef ekki lagt í vandræðum við þetta á fundunum samt, en mér finnst þetta samt athugaverdar, bara athyglisverðar svona athugasemdir þegar ég fæ svona þetta að Þetta sé astnaleg kynning að ég þurfa að breyta kynningunni. Já, þetta er ekki innan úr okkar samfélagi. Nei, kannski, já, þetta er ekki... Þetta er svona leyndu draumir hjá fólkinu sem að byrja að þessu, það langar að trúða sér inn. Þetta er svona, en mér finnst þetta samt fyndið. Var ekki einhver gæla haldi bara þetta í partí. Já, mér finnst þetta bara svo fyndið. Mér finnst fyndið að fá svona athugasemdir eða skilaboð að hugsanlega eigi að laga kynninguna og ég bara, hvernig, þú veist, ég skil ekki að, þú veist. Nei, en við þurfum nefnilega að fá að heyra þetta því við erum svo bókstafleg að það geta alveg vel verið að einhver sko í háskólanum væri alveg bara svona, ok, ég veit 99% ég er einhverf, hér er einhver hittingar, þú veist, þá þarf maður að fá að heyra að þú þarft ekki að vera með formulega greiningu. Ekki það að hún sé að fara að fletta þig upp. Ég meina, það er ekki hægt. Við erum lítil hægt á að sé ykkur með svona gerfigleru og yfirvarskeggi sem fyrkist að vera einhverju. En ég hef aldrei lent vandræða með þetta og mér finnst þetta samt bara svo fyndið þegar ég fekk þessi athugasemd, ég bara, Þetta er bara mjög basic. Ég ætla að reyna að gera þetta svona að þetta var aðgengilegt fyrir fólk. Svo að fólk veit að það sé velkomið þó að það sé ekki með greininguna en telur sig mjög líklega að vera. En til dæmis, þú veist, ef það er fundir fyrir samkynhneigða stúdenta, þá ertu þá að vera með greiningu eða? Þú ert að sanna að það hafi verið. Þú veist, hvernig fer maður að því? Ég veit það ekki, þess að svona fannst mér þetta svo fyndi einhvern veginn að fá þetta svona eitthvað og ég bara svona, vissi ekki alveg hvernig ég átti að bregðast þessu fyrst, ég bara svona, já. Kannski var hann að bjóða upp á greiningar? Já, ég kannski tjekka þessu, en mér fannst þetta svona, þetta kynningin átti að vera svona til þess að gera þetta aðgengilegt, en já, svona, fær maður til að segja svona bara, já, ok, hvað á maður að gera til þess að sé en já, en það er ekki svona krafa. Þetta er líka hjá einhverju samtökunum og hittingunum þar að þú veist, formulega greiningar ekki vegna að fólkið sem á erindi, það gæti verið sko eins og þú með náttfatadaginn að vera að hugsa sko ég er ekki, þú veist, get ekki komið að því ég er ekki búin að fara í greiningar þó ég veit þetta, en ekkert okkar er með það. En mann finnst eins og maður sé að svindla, veist, ég mætti á fyrsta hittingi minn þegar ég var á bíl eftir greiningunni og mér fannst ég smá svona vera í mitt. Ég heyrði einn postur syndrom. Já, svo það er bara heill annar leggur, sko. Það getur verið annar þáttur það. Það er alveg, sko, fyrstu eftir, sko, ég ætli sé ekki svona fyrstu 7 árin eftir greiningu sé mestu svona efasemdirnar. Eða þú veist svona, já, aha-moment í 2-3 ár og svo er maður alltaf reglulega, kannski er þetta ekki þetta. Það tekur líka langa tíma að koma sér í að fá staðfestingu á þessu að því að maður svona, gæti þetta verið eða er ég bara bullað, þú veist. En já. Eyrún Halla, Guðlaug Svala, Halldóra og Ragnheiður Ösp, takk kærlega fyrir að koma hérna og svona bara spjalla með einhverju á ykkar forsendum. Það bara er óbúslega mikilvægt. Takk fyrir plássið. Já, takk. Og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.